Jesus. God's been doing a wonderful thing this weekend, amen. And I believe we're in the right place at the right time. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of Jesus. The theme for this weekend is the inheritance of the church. And you've heard messages this weekend on the third day Christian. We believe this is the day of restoration. This is the day when God is restoring things back to the church that was lost. I believe God wants you to walk in blessing. God wants you to walk in your true inheritance. On Friday night I spoke on being a son. I believe that there is one thing that God is restoring back to the body of Christ in the third day. Is the relationship between fathers and sons. The Bible says in the book of Malachi that in the last days God will restore the spirit of Elijah back to the church. And the spirit of Elijah is the spirit of fatherhood. And he will restore the hearts of the fathers back to the sons. And I see that all over the world where we go. God is beginning to restore men back to their true role in the body of Christ. It's not good enough to say I'm an apostle. Because I believe that the first thing an apostle is a father. If you're not a father, you're not an apostle. I don't care how profound your revelation is. I don't care if you're flowing in signs and wonders and miracles. But I believe the apostolic is a gift for fathering. Hallelujah. Now some of you might not agree with me, but I really believe that this is what God is restoring back to the church today. Now on Friday night I spoke about if you want to inherit anything as a Christian, you need to understand your role as a son. Ég talaði á föstudaginn ef þú vilt fá endurreisn og einhver inn í lífið og ná einhverju arfið inn í lífið sem kristinn, þá þarftu að skilja hlutskiptið sem sonur. Because in the household of Israel, it was only the sons who inherited. Vegna þess að í Ísrael, í heimilum á Ísrael, þá var það einungis synir sem erfðu. Slaves did not inherit. And servants did not inherit. In fact, daughters did not inherit. Only sons inherited. But in the Bible says there is now no longer slave nor free. Jew nor Greek. Male or female. In the church, even the girls and the women become sons. Hallelujah! Because God gives every one of us the ability to become heirs of the Father and to inherit the blessings of God. But you know, as I travel around and as I begin to minister among the churches, I began to realize that even though we bring this awareness of sonship into the house of God, that in itself was not enough for inheriting the blessing of God. I began to understand that there was a dimension that was missing.
you need to understand that there must be a relationship between a father and a son. Það verður að vera samskipti milli föður og sonur. And so, if we as sons step into our position in the kingdom of God, Ef við sem synir setjum okkur á réttan stað í Guðsríkinu, if we play our role and we play our responsibility, ef við gerum hlutskipti okkur og við gerum það sem okkur ber, then I firmly believe that there is something that fathers ought to be doing. þá trúi ég líka að það sé ákveðnir hluti sem feður ættu að gera. I want to talk to you tonight about the father's blessing. Ég ætla að tala í kvöld blessun föðurins. And I want you to turn in your Bibles to the book of Genesis, chapter 27, please. Við þurfum að fara í fyrstu Mósebók 27, kafla 27. And I'm only going to read 3 verses. Ég ætla bara að lesa 3 vers. Genesis chapter 27, verse 27. Og það kafli 27 og vers 27. Now, let me just put you into the picture where we are right now. Ég ætla bara að setja ykkur á stað, ég ætla að gefa ykkur umhverfið af því sem þessi reikning fölur. Isaac is reaching his last days. Ísak að enda lífsitt. He genuinely needs to impart a blessing to his elder son. Og hann fær að gefa blessun til svona sinna, elstu svona sinna. And we know how Jacob and his mother began to connive. Og við veitum hvernig Jakob og móðir hans byrjuðu að gera svona samsæri. And Jacob and his mother tricked Isaac into believing that Jacob was the elder son. Og mamma Jakobs og Jakob, þau blekktu Ísak yfir í að halda að hann væri eldri sonur. And now Jacob comes into the room where his father is. Og núna kemur hann Jakob inn í herbyggi þar sem að faðir hans er. He wears his brother's clothing. Og hann í fötum bróðir síns. He has goat skin wrapped around his arms. Og hann með geitaskinn armleggi sína. And he comes to his father. Og hann kemur til föður síns. And his father begins to place his hands upon him because he's going blind. Og hann byrjar að leggja hendur yfir augu föður síns vegna þess að hann verða blindur. And this is what he says. Og þetta það sem hann segir. Verse 27. Vers 27. So he went to him and kissed him, and when Isaac caught the smell of his clothes, he blessed him and said, "Ah, the smell of my son is like the smell of a field that the Lord has blessed." Og hann gekk að honum, kyssti hann, kendi hann þá ilm af klæðum hans og blessaði hann og mælti. Sjá, ilmurinn af syni mínum sem ilmur af akri sem Drottinn hefur blessað. May God give you of heaven's dew and of earth's richness, an abundance of grain and new wine. Guð gefi þér af dögg af himni og feiti jarðar og gnægð korns og víns. May nations serve you and peoples bow down to you. Be Lord over your brothers, and may the sons of your mother bow down to you. May those who curse you be cursed, and those who bless you be blessed. Þjóður skulu þjóna þér og líðir lúta þér. Þú skalt vera herra bræðra þinna og synir móður þinna skulu lúta þér. Bölvaður sé hver sá sem bölvar þér, en blessaður sé hver sá sem blessar þig. Now, I'm not going to get into a theological debate about the deception of Jacob. Ég ætla ekki að fara inn í guðfræðilega orðastæðin hvernig blekkingin var þannig í þessu. We'll deal with that next year when I come back. Við skulum tala blekkinguna seinna þegar ég kem næst. But tonight I want to talk about the blessing that Isaac gave to the elder son, that was supposed to go to the elder son. Og ég ætla að tala blessununa sem átt að fara til eldri sonarins í kvöld. You see, the father's blessing is one of the most profound practices that have come to us from the time of Abram, Isaac, and Jacob. Þetta eina stórkostlegustu þessi blessun, þetta stórkostlegustu sem ég gefi kirkjunni síðan Abraham, Ísak og Jakob. And for centuries the church has not fully understood the power and the significance of this. Og í aldir þá ekki kirkjan skilið kraftinn og hversu mikilvægt þetta sem við verðum að tala hér.
until this day. Fyrir þangað til í dag. I believe that it is one of the things that has caused the nation of Israel Það eitt af þess sem ég trúi hafi gert að verkum að Ísraelsþjóðin to walk in the success and the victory that it walks in today. og það gerir það að verkum að árangur Ísraels í dag og sem að Ísrael hefur í dag. Það hefur að gera með þetta. I think it was in 1967 Ég held að það verið 1967. when 5 nations came and they made war with Israel. Það voru 5 þjóðir sem réðust að Ísrael. They had just returned back to their promised land. Og það voru nýkomnir inn í fyrirheitna landi. They were a new people in a new land. Og það voru nýtt fólk í nýju landi. They were like the people of Nineveh, didn't know their left hand from their right hand. Þetta var eins og fólkið í Nínive. But they knew that they were the people of God. Þau vissu að það var líður Guðs. And in a war that lasted just a few days, Og í stríði sem var bara í nokkra daga. Israel defeated every one of the enemies around them. Og þá sigraði Ísrael alla óvinni sína. Why was this so? Af hverju var það þannig? They carried a secret that the world has yet to discover. Þeir öðlaðust eða komast að leyndardómi sem að heimurinn aftur að komast að. Do you know it is a secret that is still practiced in every Israelite, every Hebrew home till this day? Og þetta ennþá gert í heimilum allra Hebrea í dag. In the traditional Hebrew home, in the traditional Jewish home, Og í þessu venjulega Hebrea heimili eða gyðinga heimili, when there is a big meal, þegar það stór máltíð, the head of the family, þá það sá sem fyrir fjölskyldunni, the patriarch of the family, ættarhöfðinginn í fjölskyldunni, sometimes he's a grandfather or a great-grandfather. annarkvort afi eða langafi, He would get all his children, his grandchildren, and his great-grandchildren into the same room. og hann fær öll börnin og barnabörnin inn í sama herbyggi. And he would ask them to stand in a circle against the wall of the room. Og hann baði að vera í svona hring alveg meðfram öllum veggjum. And just before the evening meal is served, Og rétt áður en það búið til hann gefur matinn, he would go to the sons þá fer hann á sonunum and the grandsons og sonunum and the great-grandsons. og sonunum. And he would individually pronounce the blessing of Abraham upon their lives. Og hann blessaði hvern og einn. And then he would turn, and then he would go to the daughters, og síðan fer hann til and the granddaughters, og and the great-granddaughters. And he would pronounce the blessings of Sarah and Ruth and Naomi on the lives of those girls. með blessun Sara og Ónomi og Ruth. Amen. And ever since Israel has been engaging in that practice, Og síðan Ísrael hefur gert þessa hluti, no matter where they find themselves in the world, hvar sem þau finna sig í heiminum, they always make a success of their lives. þá ná þeir alltaf árangri. You bring an Israelite, you bring a Hebrew to Iceland, Ef þú kemur Ísraelíti eða Hebrea til Íslands, and you see what happens to him in business. og sér hvað gerist fyrir hann He just excels in business varðandi viðskipti, hann bara gengur vel í viðskipti. because he carries a supernatural blessing upon his life. Vegna þess að hann ber ákveðna yfirnáttúrulega blessun í lífi sínu. I believe that is something that God wants to restore to the body of Christ today. Og ég trúi að segja eitthvað sem Guð vill endurreisa í líkama Krists í It's a dag. practice that comes from Abraham to Joseph, Þetta kemur frá Abraham til Jósef, and it is an element which the Christian family has missed. og þetta hlutur sem að hinn kristna fjölskylda verður að hafa. I never understood the importance of the Father's blessing Ég skildi aldrei mikilvægi blessuna föðurins. until the Lord began to speak to me one day, Þá getur Drottinn byrjaði að tala til mín í dag, and I began to practice this in the church. og ég byrjaði að gera þetta í kirkjunni. Suddenly I found that things began to change radically in the lives of the people. Og ég fór að gera allt í einu og tók eftir að hlutinni byrjaði að breytast hratt í lífum fólksins. I thought I was just doing something religious. Ég held að ég var að gera eitthvað trúræki bara. But when I began to pronounce the blessing upon the lives of the people in our church, Fyrir ég byrjaði að lýsa yfir blessunin yfir líf fólks í kirkjunni, it seemed like something came under them and just rocketed them up. það var eins og eitthvað bara kæmi undir og lyfti þeim upp. Suddenly companies were started.
Allt í einu byrjuðu viðskiptatækifæri. Suddenly financial prosperity came upon them. Allt í einu kom fjárhagsleg velmegun inn í líf þessa fólks. Suddenly sickness started to vanish, flee. Byrjuðu sjúkdómar að fara burtu frá fólkinu. As blessing after blessing after blessing began to enter their lives. Blessun kom inn í líf þeirra. You see, people began to start walking in their proper anointing. Fólk byrjaði að ganga í þeirri smurningu sem Guð hafði gefið. Old bondages and generational curses were broken by the power of God as we pronounce the blessing of God's people. Gamlar bölvanir og ættabölvanir fóru af lífi fólks þegar við byrjuðum að gera þetta. Now in this passage today, Isaac pronounced the blessing over Jacob. Og í þessari réttingagrein sem ég var að tala þá blessaði Ísak Jakob. And Jacob's whole life was changed after that. Og líf Jakobs breyttist algjörlega eftir þetta. Later on in the passage, we read that Esau was unhappy about not receiving the blessing of the elder son. Og eftir seinna þá sjáum við að Esau var ekki ánægður með að fá ekki blessunina sem eldri sonurinn. And he tried to force his father to change it and to bless him rather. Og hann reyndar að fá föður sinn til að breyta þessu og blessa hann í staðinn. But what he did not know was that God really honors the blessing. En það sem hann vissi ekki var að Guð, hann heiðrar blessun. When a father blesses his sons, þegar faðir blessar syni sína, he moves the hand of God. Þá hreyfir hann hönd Guðs. And that's what Esau had to understand that day. Og það var það sem Esau þurfti að læra þennan dag. Now listen to this. Takk eftir þessu. Malachi chapter 1 verses 1 to 3. You don't have to read it. I'll just... Malachi kapli 1 vers 1-3 segir: The word of the Lord to Israel, orð drottins til Ísraels, which is Jacob. Sem Jakob. I have loved you, says the Lord. Ég elskaði, segir drottin. But you ask, how have you loved us? En þú spyr, hvernig hef ég elskað þig? Was not Jacob Esau's brother? Var ekki Jakob bróðir Esau? The Lord says, drottin segir, yes, I have loved Jacob. Jú, ég hef elskað Jakob. But Esau I have hated. En Esau hataði. And I have turned his mountains into a wasteland. Og ég hef breytt fjöllum hans í ónýtt land. And left his inheritance to the desert jackals. Og ég hef gefið arfleifð hans eyðimerkur sjakalum. Jeremiah chapter 49 verse 10. Jeremía 49 vers 10. But I will strip Esau bare. En ég mun taka allt frá Esau. I will uncover his hiding places. Ég mun uppljóstra felustöðum. So that he cannot conceal himself. Þannig að hann getur ekki falið sig. His children, relatives and neighbors. Börn hans, ættingjar og nágrannar. Will perish and he will be no more. Þeir munu eyðast og hann mun ekki vera við lengur. Hann mun hverfa. I began to understand something. Ég byrjaði að gera mig grein fyrir ákveðnu þætti. That unless I carry the blessing of the Father, nema ég beri blessun föðurins, my life is as good as cursed. Þá líf mitt bara eins gott og blessað. Nei, það bara í raun og veru bölvað. Because Isaac blessed Jacob. Vegna þess að Ísak blessaði Jakob. He carried the favor of God. Hann bar velvilja Guðs. But because Esau did not get the blessing of Jacob, vegna þess að Esau fékk ekki blessun Jakobs, he carried the wrath of God. Þá bar hann bölvun Guðs. He was as good as dead. Hann var svo gott sem dauður. In the book of Hebrews, í Hebreabréfinu, God himself said, þá segir Guð sjálfur, Jacob I have loved. Jakob hef ég elskað. And Esau I have hated. Esau hataði. You see, God understands the power of the blessing. Guð skilur kraftin í blessun. Whatever Isaac spoke over the lives of his sons was honored, confirmed, and carried out by God. I didn't get you. Whatever Isaac spoke over the lives of his sons, God honored. Hvað sem Ísak talaði við syni sína, það blessaði Guð. God confirmed. Guð staðfesti. And God carried out. Og hann sá til þess að yrði. You see, God spoke to me recently. Guð talaði nýlega til mig. And told me that the reason why many people land up where they do. Og hann útskýrði fyrir mér af hverju fólk lendir í þeim kringumstæðum sem það lendir í.
even though they try so hard to live right, jafnvel þó þeir reyni svo mikið að lifa rétt, is because they lack the Father's blessing. vegna þeir skorta blessun föðurins. Do you know that there are millions of sons and daughters, there are millions of children in the world today Það eru milljónir af börnum í heiminum í dag that are crying out just for their father's approval. sem eru að hrópa eftir bara meðtekningu föðursins. If only my father will know who I am. Bara ef að faðir minn vissi hver ég væri. If only my father would just see what I'm capable of. Bara faðir minn myndi geta séð hversu ég megnug. If only my father would notice me. Bara ef faðir minn tæki eftir mig. If only my father would understand that I'm also made in the image of God. Faðir minn myndi bara taka eftir því ég skapaður í mynd Guðs. They're not even asking for a blessing. Þeir eru ekki einu sinni að biðja blessun. All they're asking is for approval. Þeir eru bara að biðja eftir því að vera meðtekinn. But 20th century fathers are too busy. En feður á 21. öldinni eru uppteknir. We involved with so many things. Við erum svo uppteknir í svo mörgu. Do you know that in the church, the fathers of the church are too busy with God's work than to be involved with their families? Það eru sumir Guðs tjónar sem eru í dag, þeir eru of uppteknir af verkin í kirkjunni og gefa fjölskyldunni engan tíma. We don't spend time with our sons anymore. Við erum ekki tíma með sonum okkar lengur. We don't take time out to be a blessing to our children anymore. Við erum ekki blessun fyrir börnin okkar lengur. We don't bless our sons anymore. Við blessum ekki syni okkar lengur. And so we're left with a generation of sons who are literally fatherless. Og við erum strandaglópa með kynslóð sem eru þar sem synir eru föðurlausir. They don't walk in a blessing that is supposed to be rightfully theirs. Og þeir eru ekki að gangi þeirri blessun sem að rétt. May God help us tonight. May Guð hjálpa okkur í kvöld. I want you to say to you tonight that a blessing is more powerful than a will or a trust fund. Ég að segja ykkur að blessunin kröfturi heldur en einhver svona sjóður sem þú getur skilið eftir fyrir börnin. You can have millions of dollars in the bank for your son as a trust fund. Þú getur haft milljónir dollara í sjóði fyrir sonin. You can promise your son your estate. Þú getur lofað honum eignu þín. And it can be worth millions. Og það getur verið milljóna virði. But nothing compares to the blessing of the Father. Það ekkert sem í samanburði við blessun föður. If he doesn't carry your blessing, ef hann ber ekki blessunni, he will be poor for the rest of his life. Þá hann fátækur það sem eftir lífsins. He will be a poor millionaire. Hann verður fátækur milljónamæður. If you hear what I'm trying to say tonight. Ef þú reynir að heyra hvað ég að segja. He might have all the money in the world. Hann getur verið að vera eftir alla peningan í heiminum. But his life will not carry any favor. En líf hans mun ekki bera neina velvild. A trust fund and a will cannot provide what a blessing can. Sjóður, fjármálulegur sjóður, hann getur ekki borið neitt sem að orðguðs getur. Now when I talk about blessing, þegar ég tala blessun, when I talk about a father's blessing, þegar ég tala blessun föðurins, I'm not speaking about a father giving his son something. Þá ekki að tala að feðurnir gefi sonum sínum. Because that's not what blessing in the Bible is all about. Það ekki það sem blessun í Biblíunni fjallar In the Bible, a blessing is very different. Í blessun í Biblíunni fjallar allt annað. In the Bible, a blessing means to evoke or declare something. Það sem í Biblíunni kalla blessun að lýsa einhverju yfir, að sjá til þess að eitthvað eigi sér stað. It means to call down goodness and prosperity and long life and all those things. It means to call it down. Kalla niður velvilja og velgengni í langlífi yfir lífi. To bless somebody means to empower them, to strengthen them, to open doors for them. Það þýðir að knýja einhvern áfram með styrk og sjá dyr opnast fyrir það. When the father blesses his sons, þegar faðir blessar son sinn, he literally bows the knee to his son and acknowledges who he is in the Lord. Og þá beygir hann knésið sitt fyrir honum og hann lýsir því yfir og viðurkennir hver hann í Drottni. 3 years ago I called my son forward in church. Fyrir 3 árum síðan þá kallaði ég fram syni mína á samkomu. And I began to speak over his life.
Ég byrjaði að tala yfir líf hans. I had both my daughters there as well. Ég hafði báðar dætur mínar þarna líka. But I began to speak over the life of my son. Og ég byrjaði að tala yfir líf sona míns. And even though my son was only about 11 years old at that time, Jafnvel þó að sonur minn væri bara 11 ára á þeim tíma. I began to understand Þá byrjaði ég að skilja that when my son gets to my age, að þegar sonur minn verði jafngamall og ég, he's going to be a greater man of God than what I am right now. þá verður hann meiri Guðs maður heldur en ég í dag. And right then, the Lord spoke to me and said to me, Og þarna talaði Guð til mig. place yourself in a position to acknowledge what your son has inside of him. Og settu þig í þá stöðu, sagði Guð, að þú getur viðurkennt og talað út hver sonur þinn er. And I honored the anointing in his life. Og ég heyraði smurninguna sem í líf hans. And I said to him, my son, Og ég sagði við hann, sonur minn, at 27 years old, þegar þú ert 27 ára gamall, an apostolic anointing is going to come upon you. þá mun hinn postulega komið yfir lífið. You will reach more nations than me. Þú munt ná til fleiri þjóða en ég. More people in your life will be healed than in my life. Það munu fleiri sem munu koma inn í lífið heldur en sem að þú munt hafa áhrif á heldur en í mínu lífi. You'll be more wealthy than me. Þú verður ríkar en ég. You'll be more anointed than me. Þú verður smurðar en ég. In fact, the blessing of the Lord upon your life is going to be greater than the blessing of the Lord on my life. Blessun Guðs yfir lífið þínu mun vera meiri heldur en blessun Guðs yfir mínu lífi. And I placed my hands upon him. Og ég lagði hönd mín yfir hann. And I imparted a blessing to him. Og ég innsetti blessun innra með hann. And I held him in my arms. Og ég hélt utan hann. And I held him close to my breast. Og ég hélt honum þétt að brjósti minn. And I prayed for him. Og ég bað fyrir honum. And he received an impartation that day. Hann tók á móti innsetningu að anda minn þann dag. See, everything inside of me went inside of him. Það sem var innra með mér, það fór innra með honum. But everything inside of God went inside of him as well. Og það sem innra með Guði, það fór Because innra með on that particular day, God began to open doors. Á þessum degi þá byrjaði Guð að opna dyr. God began to unlock mysteries on his behalf. Þá byrjaði Guð að opna svona leyndardóma fyrir líf hans. God began to unleash things in the heaven on his behalf. Og þá byrjaði Guð að leysa út hlut á himnum. There were storehouses in heaven with his name on that began to be unlocked that day in the name of Jesus. Það var forðastur á himnum sem að tilheyrðu honum sem byrjaði að opnast þennan dag. God already began to work in the lives of big businessmen that 20 years down the line they would make way for him. Og Guð byrjaði að starfa í lífum businessmanna sem eftir 20 árum síðan myndi byrja að gefa inn í lífum. That because of the blessing in his life, all he needed to do was go somewhere and God would open the door before him. Og eina sem hann þurfti að gera í framtíðinu var bara að fara einhvers staðar og Guð myndi opna dyrnar fyrir honum. You see, I believe in the blessing of God. Ég trúi á blessun Guðs. I could have given him $1 million if I had it. Ég hefði getað gefið honum $1 million ef ég hefði átt það. But I realized that I had something more powerful in my mouth. Ég hefði gerð mig grein fyrir ég átti eitthvað kröftugra í munni mínu. I had the rhema word of God. Ég átti þetta rema orð Guðs í munni mínu. I had the ability to call the things into being that were not in being. Og ég hafði þennan eiginleika að tala þá fram þá hluti sem ekki voru á þeim tíma. I had the ability to bind and to loosen. Og ég hafði eiginleika til þess að binda og leysa. I had the ability to rewrite the laws that govern his life. Og ég hafði eiginleika til þess að endurrita þau lög sem að stjórnuðu líf hans. I had the ability to determine his future. Ég hafði eiginleika til þess að hafa áhrif á framtíð hans. Because of the words of my mouth. Vegna orða munns míns. The Bible says life and death is in the power of the tongue. Biblían segir að líf og dauði á tunguna valdi. And I believe God has given fathers a special privilege and a blessing. Og ég trúi því að Guð hafi gefið feðrum sérstaklega eiginleika og blessun. To speak life into their sons and daughters. Til að tala lífin í líf sína á dag. That is why I believe in the Father's blessing. Þess vegna trúi ég á blessun föðurins. Hallelujah. Hallelujah. Now there are 3 basic elements to the blessing. Það eru 3 meginatriði sem hafa að gera með blessunum. And we're going to do all 3 here tonight. Og við ætlum að gera öll þessi 3 atriði hérna í kvöld. The first element of the blessing. Fyrsta atriði varðandi blessununa. As Isaac spoke this blessing over his son Jacob. Þegar Ísak talaði blessun sín yfir Jakob. Keep your Bibles open in Genesis chapter 27. Við skulum fara í 27. kaplan í 1. Mósebók aftur. Look at verse 28. Við skulum líta á vers 28. The promise of plenty. Það er þetta fyrirheitum að hafa gnægt.
gnægð. May God give you of heaven's dew and of earth's riches and abundance of grain and new wine. Guð gefi þér dögg af himni og feiti jarðar og gnægð korns og víns. This promise of plenty meant that they would possess the land. Og það þýddi það að þessi gnægð var blessun til þess að geta tekið land. It was a blessing of fertility. Þetta var blessun til þess að margfaldast. It was a blessing of fruitfulness. Þetta var blessun til að fjölga sig. It was a blessing of prosperity. Þetta var blessun að ná fjárhagslegri blessun. In other words, Isaac was saying to his son, from this day forth, there will be no lack in your life. Hallelujah. Það mun hér frá þessum degi, það mun ekki vera neitt skortur í lífið þín. From this day forth, you will lack nothing. Og frá þessum degi, það mun ekki skorta neitt. Listen, folks, I come from South Africa. Vinur, ég kem frá Suður-Afríku. Africa is not as prosperous as Iceland. Og velgengni í Afríku ekki eins mikil eins og Íslandi. For many of the people in our churches, they have to trust God for the next meal. Margir í kirkjunni hjá okkur þurfa bara að treysta Guð fyrir að fá að borða næst. Poverty is rife in Cape Town. Fátækt eitthvað sem algengt í höfðaborg. 45% of the people of Cape Town are unemployed. 45% íbúa eru atvinnulausir. 45% of the men of Cape Town are unemployed. 45% af mönnunum í höfðaborg eru atvinnulausir. Which means that 45% of the households of Cape Town do not know where their income comes from. Þannig að 45% af þeim sem eru höfð á sínu heimili, þau veit ekki hvar innkoma sín mun koma. Now I want you to understand something tonight. Og ég vil að skilja ákveðin þátt hérna í kvöld. For someone that's growing up, living from hand to mouth. Sá sem að vaksa upp og growing from hand to mouth, what's that? That doesn't know where the next meal is coming from. Já, og veit ekki hvaðan næsta máltíð að koma. To speak the blessing of God over his life in such a way að tala út blessun Guðs á þennan hátt means that from the day that the blessing is spoken, þýðir að frá þeim degi sem blessunin er töluð fram, he never has to beg for another crumb of bread again. Þá þarf hann ekki að betla neitt frá þeim tíma. The blessing of prosperity. Blessun velgengni. And who knows? Og hver veit? God might turn things around radically in Iceland. Guð geti snúið hlutunum róttækt við á Íslandi. And a financial depression might hit your country. A financial depression might hit the country. Og það geti orðið fjárhagsleg neyð á Íslandi. And everybody's resources will be depleted. Og uppsprettur allra hverfa. And your sons and your daughters will need to hear those words coming from your mouth. Og synir þínir og dætur þurfa á þessum orðum að koma frá munni þínum. I want to say to you tonight with all the love in my heart. Ég vil segja við ykkur með öllum kærleikanum sem í hjarta mínu. Don't boast in what you have. Ekki hreykja ykkur af því sem þið hafa. Because the locusts might come and take it away from you. Vegna þess að átvarkurinn getur tekið þér burtu frá þér. But when you carry the blessing of the Father, en þegar þú berð blessun föðurinn, there is nothing in all the world that can take it away from you. Þá getur ekkert í þessum heimi because that blessing is sealed by God Himself. Vegna þess að blessun innsigluð af Guði sjálfum. Amen. This blessing also meant that their daughters would be fruitful. Það líka þessi blessun hafði að gera með að dætur þeirra myndu vera ávaxta saman. That there would be no barrenness. Það myndi ekki vera neinn sem að væri vanbyrju. That he would have children and grandchildren. Það myndi eignast börn og barnabörn. Isn't it good to have grandchildren, Pastor Herman? Ekki fínt að eiga barnabörn, Herman? The second thing. The second element to the blessing Nummer 2, varandi blessun, is the promise of dominion. Það þetta fyrirheiti að ríkja. Now listen to, look at verse 29. Við skulum líta á vers 29. May nations serve you. Þjóðir skulu þjóna þér. And peoples bow down to you. Og líðir lúta þér. Be lord over your brothers. Þú skalt vera herra bræðra þinna. And may the sons of your mother bow down to you. Og synir móður þinna skulu lúta þér. And this is what he is saying.
Og þetta það sem hann að segja. You will be the head and not the tail. Þú munt vera höfuð en ekki hali. You will always be at the top and not at the bottom. Þú munt alltaf vera á ofan á en ekki undir. You will excel in everything you do. Þið mun vegna vel í öllu sem þú gerir. For the Lord has given you the ability to reign. Vegna þess að Guð hefur gefið eiginleikann til að ríkja. The Lord has given you the ability to have dominion. Guð hefur gefið eiginleikann til þess að hafa yfirráð. And that is the blessing that you and I can pronounce over our children. Og þetta blessunum sem við getum leyst út yfir börnunum. It doesn't matter what they look like when they go to school. Það hefur ekkert að gera með hvernig þeir líti út þegar þeir fara í skóla. My son's not the brightest kid in his class, I can tell you that. Sonur minn, hann er ekki sá klárasti sem er í skóla. He's not good with mathematics at all. Hann er ekki góður í stærðfræðinni. But you put him in front of a computer. En sett hann fyrir fram á tölvu. He teaches me a few things. Þá kennir hann mér alls konar hluti. And so I realized Þannig ég gerði mig grein fyrir that there are some things inside him að það ákveðnir þættir innra með honum that God will use sem Guð mun nota to bring him to a place of dominion. sem það sem hann byrjar að ríkja. It doesn't matter what the teachers say. Það skiptir ekki máli hvað It doesn't matter what the classmates say. Það skiptir ekki máli hvað It doesn't matter what the people say. skiptir ekki máli hvað fólk But he carries my blessing in his soul. He carries the blessing of his Father. And so you must excel. Þannig hann mun alltaf ná You must rule. Hann mun ríkja. You must have dominion. Hann mun hafa yfirráð. Hallelujah. Halleluja. In Genesis chapter 22 verse 17. Í fyrstu Mósebók 22 versi 17. God said to Abraham, Guð segir við Abraham, your descendants will take possession of the cities of their enemies. og niðjar þínu skulu eignast borgarlið óvina sinna. And through your offspring all nations on earth will be blessed. Og þá skal ég ríkulega blessa það og stórum margfalda kyn þig. Because you have obeyed me. Vegna þess að þú hefur hlýtt mér. You see, it is God's desire for you and I. Það er þrá Guðs fyrir mig og þig. That we carry the authority that He has given to us as His children. Að við berum það yfirvald sem hann hefur gefið okkur sem börn. And if we walk in obedience to Him, Og að við göngum í hlýðni við hann, then He will place us in positions of authority. þá mun hann setja okkur á stað þar sem við höfum yfirvald. That is a blessing that comes to the church. Það blessun sem kemur í gegnum kirkjuna. And it is a blessing that you can invoke upon your children. Og það blessun sem þú getur lagt yfir börnin. The third element to the blessing Og þriðji þátturinn varðandi blessun is the promise of protection. Það er þetta fyrirheitum að hann verði, hann passar upp á því. Look at verse 29. Við skulum líta á vers 29. The last part. Seinni hlutan í versi 29. May those who curse you be cursed, and those who bless you be blessed. Þeir sem að blessa þig með þeir sem bölvaði megi vera bölvaður, þeir sem blessaði megi þeir blessaði. Þeir sem bölvaði megi vera bölvaður, þeir sem blessaði þeir blessaði. One of the things that struck us when we came to Iceland Einn af hlutum sem að við gerum okkur grein fyrir þegar við komum til Íslands is that your houses don't look like prisons. Að húsin ykkar þau líti ekki út eins og fangelsi. Back in South Africa, Í Suður-Afríku, there are bars on windows, það eru rimlar fyrir gluggunum, security gates on the doors, og það eru öryggisklið á dyrunum, alarm systems all over the place, það eru alls konar þjóðvarnarkerfi alls staðar, electric fencing, og það eru svona girðingarnir kring eru rafmagnskirðingar, high walls, háir veggir, fierce dogs, brjálaðir hundar, because our lives are in threat all the time. vegna þess að það er alltaf ógnað lífum okkar. But God said in His Word En Guð segir í orðið sínu that there is a promise of protection when you carry the Father's blessing. En það er fyrirheiti að Guð vera okkur í blessun föður. When you walk under the blessing, you're protected. Þegar þú gengur undir blessunum þá ertu varinn.
Because all those that come against you, I will come against, says the Lord. Vegna þess að allir sem koma gegn þér, ég mun koma gegn þeim. All those who curse you, I will curse, says the Lord. Þeir sem að bölva þeir, ég mun bölva þeim, segir. And all those who bless you, I will bless, says the Lord. Og allir þeir sem blessa þér, ég mun blessa þeim. You need to understand something. Þú ert að skilja ákveðið hluti. That as a child of God, sem barn Guðs, you don't have to lift a finger to anybody. Það er ekki að lyfta fingri But because you carry the Father's blessing, vegna þess að þú berð blessun föðurins, all those who come against you þá munu allir sem koma gegn þér will be cursed by God. Munu vera bölvaðir af Guði. And all those who bless you Og allir sem blessa þig will be blessed by God. munu vera blessaðir af Guði. That's the privilege of carrying the Father's blessing. Það eru gæðin í því að bera blessun föðurins. Now why is the Father's blessing so important? Af hverju blessun föðurins svona mikilvæg? I believe the blessing is important Ég trúi að blessun sé mikilvæg. because the future of the generations depend upon the blessing. Vegna þess að framtíð komandi kynslóða byggjast á blessun. Go with me to Genesis chapter 49. Við skulum fara í fyrstu Mósebók og kafla 49. Just open it there. I'm not going to read any verses. Opnaðu bara, ég ætla ekki að lesa neina vers. You'll notice there Þið gerir einhver grein fyrir það. the heading looks something like this. The heading. Já, sem sagt fyrirsögnin eitthvað þessu líkt. Jacob blesses his sons. Jakob blessar syni sína. That's the title of the chapter. Og það fyrirsögn kaflans. And in Genesis chapter 49, Og í fyrstu Mósebók 49, we find Jacob in his old age þá Jakob aldraður maður in the land of Egypt, í Egyptalandi, in a foreign land, í fjarlægu landi, pronouncing the blessing over his sons. lýsandi við blessun yfir syni sína. Now why is this so important? Af hverju þetta svona mikilvægt? I'll tell you why it is important. Ég skal segja ykkur af hverju þetta svona mikilvægt. Because the sons of Jacob became the heads of the tribes of Israel. Vegna þess að synir hans, synir Jakobs urðu ættkvíslir Ísraels. And as Jacob pronounces the blessing over his sons, Og þegar Jakob blessar ættkvíslina, eða syni sína, the tribes of Israel begin to experience everything he pronounced. þá byrja ættkvíslinar að upplifa allt það sem hann talaði út. Do you know that historians tell us Vitið þið það að sagnfræðingar segja okkur that every single word that Jacob spoke over his sons að allt það sem að Jakob talaði við syni sína actually came to pass in the history of the nation of Israel. kom fram í sögu Ísraels þjóðarinnar. You do a study of the tribes of Israel Þegar þú rannsakar þessa ættkvíslir Ísraels and you compare it to the blessing that was spoken over Jacob to his sons, og þú berða saman við það sem að Jakob blessaði syni sína með, you will discover þá myndu komast að þessu that every word he spoke að sérkvört orð sem hann talaði actually began to take place in the history of that tribe. byrjaði í raun að koma fram sögulega sér í þessari ættkvísl. But Fyrir now, ættkvíslir sig. in chapter 48, Í kafla 48 he asks Joseph þá spyr hann Jósef to bring his two sons to him. að koma með tvo syni sína til sín. You will also know that there was no tribe of Joseph. Það var engin ættkvísl Jósefs. Because Joseph had two sons. Vegna þess að Jósef átti tvo syni. The one's name was Ephraim Annar var Efraim and the other one was Manasseh. og hinn var Manasse. And as Joseph brought those two sons to his father, Og þegar Jósef kom með þessar tvo syni til föður síns, he wanted to place his hands upon him like this. og hann vildi leggja hendur föður síns yfir það svona. But the Bible says suddenly he changed hands and he did like this. Og skyndilega þá setti hann hendurnar í kross og setti hendurnar yfir það svona. There was a cross at the center of the blessing. Það var kross í miðju blessunni. Now I want to let you know something. Ég vil láta ykkur vita. Historians also tell me Sagnfræðingar segja líka that the two most prosperous tribes of Israel að þeir ættkvísli sem hafa hlotið mesta blessun were the tribes of Ephraim and Manasseh. Það var Efraim og Manasse. You know why? Vitið af hverju? Because there was a cross at the center of it all. Vegna þess að það var kross við blessunum. What empowers the blessing that you
that you pronounce upon your children? Hvað það sem knýr áfram blessunina sem þú What lýsir gives yfir börnin? the power to the blessing that you pronounce upon your children? Hvað það sem gefur kraftin í blessunina sem þú lýsir yfir börnunum? The fact that in Colossians the Bible says Jesus paid it all on the cross of Calvary. Það ástæðan svo í Kolossabréfinu, hann borgaði fyrir þetta allt saman. I want you to know tonight, Dad, Ég vil að þið vitið fyrir that every blessing you speak upon your child það sem þú lýsir yfir barninu, blessun, is covered by the cross. hulin á krossin. Every word you prophesy over your daughter Sérkvöld also finds its significance in the cross. finnur rætur sínar í krossin. Every prophetic word you speak into the life of your child Fyrir sérkvöld orð sem þú talar inn í carries the power and the authority of the cross and the blood of Jesus. á yfirvaldið á krossi Jesú Krist. And God Himself honors the cross. Og Guð sjálfur, hann heiðrar krossin. God Himself honors every work that has been done on the cross. Og Guð sjálfur heiðrar allt verki sem átti sér stað á krossin. And as much as Jesus died for your sin, Eins og Jesús hann dó fyrir syndið. He also died for your sickness. Þá dó hann líka fyrir sjúkdóma. He also died for your prosperity. Hann dó líka til þess að öðlast velgeng. And He also died for your blessing. Hann dó líka til þess að mundir öðlast bless. I want you to know tonight Ég vil að þið vitið í kvöld that your blessing over the lives of your son að blessun yfir synum þín. carries the authority of the power of the cross of Jesus. Að það ber vald og krafti á krossi Krists. I want to ask you a question tonight. Ég vil náttúrulega spyrja þið spurningar í Do kvöld. you carry the Father's blessing on your life right now? Berðu blessun föðins yfir Has lífið. your father or spiritual father called you one day and pronounced the blessing over your life? Hefur hinn náttúrulegi faðinn eða andlegu faðinn komið og leyst yfir blessun yfir lífið þín? Þetta er spurning sem ég fyrir þig í kvöld. I want to just close with some principles Mér náttúrulega tala ákveðna meginreglur concerning the blessing. varðandi blessun. Number one, Númer 1. for a father's blessing upon his children to come into reality, Til þess að blessun föðurins verði raunveruleg í lífum barna sinna, it has to be declared. þá verður að lýsa henni yfir. You cannot just sit down and say, Lord, bless my son. Þú getur ekki bara sest niður og sagt, Drottinn blessaði soninn. I do that every day. Ég geri það hverjum degi. And I know you do that every day. Ég veit að þú gerir það You hverjum degi. pray for your children. Þú biður fyrir börnunum. But listen, Dad, you've got to get him to a place where you actually speak into his life and bless him. En þú ert að koma á þann stað að þú raunverulega talar inn í líf hans. The blessing of the Father must be declared. Blessun föðurins þú átt að lýsa henni yfir. Number two, Númer 2. if a blessing is not spoken, Ef að blessun ekki töluð fram, a child will inherit everything that his father has, þá mun barnið erfa allt sem að faðurinn hefur. good and bad. Bæði hið góða og líka hið illa. I'm going to show you something in the Word of God. Ég sýna það svolítið í orðið Guðs. Genesis chapter 25 verse 5. Í fyrsta Mósebók 25 vers 5. This is what it says. Abraham left everything he owned to Isaac. Abraham gaf Ísak allt sem hann átt. In another translation, this is what it says. Í annari þýðingu þá segir þetta svona. But Isaac inherited everything that his father had. En Ísak erfði allt sem að faðir hans átt. Now before you jump up and down on your seat, let me share this with you. Áður en hoppar upp og niður að gleði þá því að deila þessu með þér. That as much as Isaac inherited the good, Jafn mikið og Ísak erfði hið góða, he also inherited the bad. þá erfði líka Ísak hið slæma. I should have said this to you earlier on. Ég átt að segja þetta kannski fyrir þau. That there is no record in the book of Genesis Það ekkert sagt það í fyrstu Mósebók. that Abram actually blessed Isaac. Það aldrei sagt frá því að Abraham hafi í raun I blessað don't see Ísak. that written in the book of Genesis at all. I looked for it. Ég hef ekki séð hann einstæðar í fyrstu Mósebók. And I couldn't find it. Ég finna það ekki í bókinni. I don't know if he blessed Isaac or not. Ég veit ekki hvort hann blessaði hann eða ekki. It's not written in the book of Genesis. Það allavega ekki skrifað í fyrstu Mósebók. But the Bible does say En Biblían segir that Isaac inherited everything that his father had.
En Biblían segir okkur að Ísak erði allt sem að faðir hans átti. Now, yes, I know he inherited his father's riches and wealth. Ég veit að hann erði allan ríkdóm föður síns. But he also inherited his father's deception. En hann líka erði blekkingu föður síns. Because you see in Genesis chapter 20, Til þú sérði í 20. kaplanum í 1. Mósebók. Abraham deceived King Abimelech. Abraham hann blekkti Abimelech konung. He conned him, yes, that's right. Okay. He said, Sarah is my sister, instead of saying Sarah is my wife. Hann sagði, Sara systir mín í staðan fyrir að segja Sara sem að rétt var konungs. In Genesis chapter 26, Isaac does the same thing. Í Genesis 25 þá gerir Ísak hið sama. He becomes the deceiver again. Og hann byrjar að blekkja. You see, he inherits his father's deceptive spirit. Hann erfir líka þennan blekkingar andar frá föður sinn. And he says the same thing to King Abimelech, that this is not my wife, this is my sister. Og hann segir það sama við Abimelech konung. The Þetta er kona mín, þetta er systir mín. The same deceitfulness that Abraham walked in. Þessi blekkingarleikur sem Abraham gekk í. Isaac walked in. Þá gekk Ísak gekk í því líka. And this is the thing I want to say to you tonight. Og þetta er það sem ég vil segja við ykkur í kvöld. That the reason why there are generational curses in your family Ástæðan fyrir ættarbölvunum í fjölskylduðinni is because family members do not carry the father's blessing. Vegna þess að fjölskyldumeðlimir beri ekki blessun föðurins. You see, when I impart the blessing to my sons, this is what I say. Þegar ég innsett blessun til barnanna mína, þá þetta er það sem ég segi. My son will not be your son. Minn sonur mun ekki vera þín sonur. My sickness will not be your sickness. Minn sjúkdómur mun ekki vera sjúkdómur þinn. My weakness will not be your weakness. Minn veikleiki mun ekki vera þinn veikleiki. You will serve God the way you should be served. Þú þjónar Guði eins og hann ætti að þjóna. You will walk in holiness Þú munt ganga í and righteousness og réttlæti and health. og heilbrigði. I realize that unless I say that, Ég ger mig grein fyrir án þess að ég segi þetta. my children will inherit everything that is bad from me. Og þá munu börnin mín erfa allt það sem slæmt hjá mér. And that is why the blessing is so important. Þess vegna blessunin svona mikilvæg. Because we inherit everything our fathers give us. Því að við erfum allt sem að feðurnir gefa. Number 3. Númer 3. Blessings determine the future of our families. Blessunin ákvarðar framtíð fjölskyldna okkar. Families go through the same sickness, sin, and iniquity. Fjölskyldur fari saman gegnum sama sjúkleika, synd og veikleika for generations. Í kynslóðum saman. Because they lack the blessing. Vegna þess að skortir blessun. It's very evident in Cape Town. Við gerum okkur þetta er mjög greinilegt í Höfðaborg. Very often in a typical family in Cape Town. Og svona í þessari venjubundnu fjölskyldu í Höfðaborg. The grandfather was an alcoholic. Það var afinn, hann var alkoholisti. So the son becomes an alcoholic. Sonurinn verður alkoholisti. And the grandson becomes an alcoholic. Og sonurinn verður alkoholisti. And the great-grandson becomes an alcoholic. Sonurinn hann verður alkoholisti. Or the grandfather was an adulterer. Og afinn hann var hórkall. And so was his son. Þannig var sonur hans. And so was his son. Og sonur and hans. so was his son. Og sonur hans. Very often you find sickness going through the family. Og þú sér sjúkdóma gjarnan fara í gegnum fjölskyldunar. Grandfather had heart disease. Afinn hann hafði hjartasjúkdóm. And so his father. Líka faðir hans. And so his son. Svo sonur And hans. so his grandson. Og svo And so his sonur great-grandson. Og svona. All these things happen through the family line. Og allt gerist þetta gegnum fjölskyldulínuna. There are curses. Þetta eru bölvanir. And it is clear that such a family lacks the father's blessing. Og það er svo greinilegt að svona fjölskylda skortir blessun föðurins. And so blessings determine the future of our families. Þannig að blessunin ákvarðar framtíð fjölskylda. Do you know what I believe about a father's blessing? Veistu hvað ég trúi með blessun föðurins? I believe that when a father pronounces a blessing over his family, það sem að faðirinn lýsir yfir blessun yfir fjölskyldu sína, he can literally rewrite the history of his family. Þá getur hann endurskrifað sögu fjölskyldu sína. Because of the cross. Vegna krossins.
You see, the cross makes the difference. Það krossin sem skiptir öllu máli. A father can decide Faðirinn getur ákvarðað whether the sins of the fathers Faðirinn getur ákvarðað hvort að syndi feðranna and the forefathers og forfeðranna will be perpetuated through the next generations. muni endurtaka sig í komandi kynslóðum. I want you to know, sir, Ég vil að þið vitið ákveðin þá that the buck stops with you. að boltinn stoppa með þér. You decide what takes place in your family in the next generation. Þú ákvarðar hvað gerist í næstu kynslóðu fjölskylduðinni. The blessing starts and stops with you. Blessunin byrjar og enda með þér. But if you've not been blessed, you have nothing to give. En ef þú hefur ekki verið blessaður, þá hefur ekkert að gefa. If you don't carry a blessing, you will not be a blessing. Ef þú berð ekki blessun, þá verður ekki blessun. Number 4. Númer 4. When a blessing is spoken, it cannot be reversed. Þegar blessun hefur verið töluð, þá ekki hægt að við snúa henni. Another reason why Esau was so unhappy after Isaac pronounced the blessing over Jacob. Ein ástæðan fyrir því Esau var svona fói út af því að Jakob blessaði Esau. Hann blessaði Jakob en ekki Esau. Because he knew that there was no way Isaac could take back his words. Vegna þess að hann vissi að Ísak gat ekki tekið burt orð. What he said and it was final. Og það sem var sagt og það var bara lokin á því. I'm here to let you know tonight. Og ég hérna til að segja ykkur í kvöld. That every word you speak over the lives of your son. Það sérkvært orð sem þú talar yfir son. Sickness cannot remove it. Sjúkdómur getur ekki tekið það. Sin cannot remove it. Syndin getur ekki tekið The það. devil cannot remove it. Djöfulli getur ekki tekið það. Because it has been sealed by the blood of Jesus. Because of the cross. Number 5. Númer 5. As a result of the blessing, og vegna blessunarinn, a son walks under a greater grace than his father. Þá gengur sonurinn undir meiri náð heldur en faðirinn. My son will walk under a greater blessing than me. Sonur minn hann mun ganga undir meiri blessun heldur en ég. My son will carry a greater anointing than me. Hann mun bera meiri smurningu heldur en ég. My son will visit countries that I only dream of. Sonur minn hann mun fara til landa sem við dreymir aðeins um. My son will see the wealth that I'm dreaming about. Sonur minn mun sjá auðlegina sem ég minn dreymir um. Because he carries my blessing. Vegna þess að hann ber blessun. I had a service in church one day. Ég var í kirkju einn dag. And in the service, I called my family forward. Þá kallaði ég fram fjölskyldu mína. And I blessed them. Ég blessaði þau. And then I called forward those whose fathers have died. Og síðan kallaði ég fram þá sem að hafði átt feður sem hefðu dáið. Without giving them the blessing. Án þess að blessa þau. And I pronounced the blessing upon their lives. Og ég lýsti yfir blessunin yfir lífið. But I realized that there was something missing in my life. Og ég gerði grein fyrir það var ákveðnir hluti sem að skorti í mínu lífi. Because my daddy did not pronounce the blessing over my life. Vegna þess að faðir minn hafði ekki lýst yfir blessun yfir mitt. I was trying to pronounce a blessing that I did not carry. Og ég reyndi að lýsa yfir blessun sem ég hafði ekki yfir lífið minn. And so I walked around for a while and I was feeling this emptiness inside me. Og ég fann fyrir þessum tómleika innra með. I knew that there was supposed to be some kind of a release of the Spirit upon my life, but I couldn't understand where it was supposed to come from. Og ég fann fyrir því að það átti að vera ákveðin leysing andaglús yfir lífið mitt, en ég gerði mér ekki grein fyrir alveg hvaðan átti að koma. At the same time, we were wanting to buy some things. Og á saman tíma vildum við kaupa ákveðna hluti. I was really believing God for a Mercedes-Benz. Ég var að trúa Guði fyrir Mercedes. But with the kind of salary I was earning, en með þeim launum sem ég hafði, the bank said to me, sorry, we don't want to do business with you. Þá sagði bankin, ég vil ekki gera viðskipti við þig. And so I said, Lord, I really love this car. You need to help me. Mér langar svo eina bíl, Guð, þú voru að hjálpa mér. And God was silent. Og Guð var hljóður. In March last year, í mars á seinasta ári, I was getting ready to do a trip to the United States. Þá var ég tilbúin til að fara til Bandaríkjanna. And I had done all the preparation that I could do. Og ég hafði gert allan undirbúningi sem I had spoken to God. Ég hafði talað til Guðs. I knew what God wanted me to minister at the conferences. Ég vissi hvað Guð vildi ég talaði á ráðstefnunum. But there was something missing in my life. Og
það vantaði eitthvað upp á í lífinu. I just could not place my finger upon it. Ég gat ekki alveg gert mig grein I fyrir. didn't know what it was. Ég vissi ekki alveg hvað það var. And 2 nights before I went to the United States, Og 2 kvöldum áður en ég fór til got a Bandaríkjanna. call from my mom that night. It was a Monday afternoon. Og þetta var mánudagskvöld og mamma mér hringdi í mig. She said to me, my boy, are you leaving on Wednesday? I said, yes, Mom. Og hún sagði, ertu að fara á miðvikudaginn, sonur? Ég sagði, já, mamma. She said to me, Dad and I want to come and see you. Ég og pabbi viljum hitta þig. I then went home. I rushed home because my mom and my dad were coming. Ég flýtti mér heima því að mamma og pabbi voru að koma heim til mín. They came to my house. Þau komu heim til mín. And they had some tea with me. Og þau fengu sér te með mér. My dad wanted to know what the trip was all about. Faðir minn vildi vita hvað ég var að fara að gera. And typical fatherly fashion, Og svona á þennan föðurlega hátt. he took some money and he blessed me. Hann tók ákveðið fjármagn og blessaði mig. And he said to me, my boy, this is some pocket money for you. Þetta svona til þú getur lifað á, sonur minn. I received it. Ég tók á mótið. And I noticed that he was nervous. Og ég gerði mig grein fyrir því að hann var stressað. I noticed that there was something on his mind. Það var eitthvað sem hann hafði í huga. I didn't know what it was. Ég vissi ekki hvað það var. He seemed a little bit preoccupied. Hann var einhvern veginn svona, hann var einhvern veginn ekki alveg, hann var svona annars hugur. Anyway, it got late. Og klukkan var margt. And they got up to go home. Og þau voru til að fara heim. I got up and I went to the door to let them out. Og ég fór að dyrunum til þess að opna fyrir þeim. And he stopped me. Og hann stoppaði mig. He said to me, my son, I just want to speak to you for a moment. Og hann sagði, sonur minn, mér langar til að tala við þig bara augnablik. He said to me, God has been speaking to me. Hann sagði, Guð hefur verið að tala til mig. And I need to do something that I should have done years ago. Og ég þarf að gera ákveðin hlut sem ég átti að gera fyrir löngu síðan. He reached into his pocket. Hann fór hann í vasa sinn. Took out a piece of paper. Hann tók upp miða, svona blað. And opened it. Og opnaði það. And he said to me, I want to do something tonight. Og mér langar til að gera ákveðin hluti í kvöld. But I want to make sure that I don't miss any word here. Og ég vil ekki missa, ég vil passa mig á að gleyma ekki að segja eitthvað sem ég á að segja. Because I realized that before you can go to America, you need my blessing in your life. Vegna þess að ég veit að áður nú fer til Bandaríkjanna, það átti á blessun minni halda. And that night my dad read my blessing from a piece of paper. Og þetta kvöld á las pabbi minn blessun yfir líf mitt. But it came from his heart. En það kom frá hjarta. The reason why he wrote it down because he didn't want to miss anything. Og hann ástæðan fyrir að skrifa það niður vegna þess að hann veit ekki. He wanted me to receive everything that I was supposed to receive. Hann vildi að ég tækja móti öllu sem ég átti að taka móti. And then he placed his hands on me. Og síðan lagði hann hendur í mig. And he began to pray for me. Og hann byrjaði að biðja fyrir mér. And a release came upon my life like I never experienced before. Og ákveðin leysing kom yfir líf mitt sína aldrei upplifað. Suddenly the missing ingredient in my life began to fall into place. Og það sem vantaði inn í líf mitt, það byrjaði að komast á réttan stað.